Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kom sá og sigraði Framsóknarmenn í dag. Hann var kjörinn 16. formaður Framsóknarflokksins. Höskuldur Þórhallsson fagnaði sigri sem formaður Framsóknar. Fyrir mistök var hann kynntur sem sigurvegari formannskosninganna. Og þá að íslenskri pólitík. Formaður kjörstjórnar Framsóknarflokksins sagði af sér á flokksþingi í dag eftir að hafa lýst rangan sigurvegari í formannskjöri. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var að lokum kosinn formaður með 56% atkvæða. Hann segir flokkinn hafa treyst sér fyrir breytingum og þjóðin muni í framhaldinu treysta flokknum. Heimir Már var á flokksþingi Framsóknarmanna í dag. Mikil spenna ríkti á flokksþingi Framsóknarflokksins fyrir formannskjörið í dag og almennt talið að þremenningarnir Páll Magnússon bæjarritari í Kópavogi, Höskuldur Þórhallsson alþingismaður og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skipulagshagfræðingur ættu mesta líkur á að ná kjöri af þeim 5 sem voru formlega í framboði, en nauðsynlegt var að ná yfir 50% atkvæða til að ná kjöri. Kjósa þurfti tvisvar embætti formanns hér á flokksþingi Framsóknarflokksins. Að lokinni fyrri umferð var mjótt á munum milli Höskuldar og Sigmundar. Sigmundur fékk 41% atkvæða en Höskuldur var með 39%. Fulltrúinn sem var talin kannski vera fulltrúi ríkjandi afla í flokknum, Páll Magnússon, fékk 19% atkvæða. Það munaði einungis 26 atkvæðum á Sigmundi Davíð og Höskuldi að lokinni fyrri umferðinni og nú var spurningin hvert atkvæði greitt Páli færu í seinni umferðinni. Úrslitin komu klukkutíma síðar. Og þegar búið var að telja atkvæðin eftir seinni umferðina var Höskuldur Þórhallsson lýstur formaður Framsóknarflokksins. Rétt kjörinn í embætti formanns Framsóknarflokksins Höskuldur Þórhallsson. En sigurvíman varð ekki lengi hjá Höskuldi og stuðningsfólki hans því fljótlega eftir að kjöri hans var lýst yfir og hann var komin upp á svið til að flytja sigurræðu sína, tilkynnti fundastjóri að eitthvað væri að. Formaður kjörstjórnar var kallaður til skyndifundar með kjörstjórn og 10 mínútum síðar kom hann og tilkynnti að mistök hefðu verið gerð. Og rétt kjörinn formaður í embætti Framsóknarflokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Í þetta skipti voru úrslitin rétt og mikill fögnuður braust út meðal stuðningsfólks Sigmundar sem sigrað hafði með 56% atkvæða. En eftir satt Höskuldur eðlilega brugðið yfir þessum breytingum. Seinna sagði formaður kjörstjórnar af sér vegna mistakana. Sigmundur þakkaði flokksmönnum fyrir kjörið og sagði flokkinn hafa orðið sæmdan af öllum frambjóðendum í formannstóli og kallaði aðra frambjóðendur á svið til að þakka þeim. Fyrir marga hafi það verið stökk að kjósa sig. Og menn þurftu virkilega að treysta. En ég held að með því hafi flokkurinn líka sýnt, með því að vera tilbúinn að treysta, hann var líka sýnt að honum treystandi. Og þjóðin muni í framhaldi af þessu treysta Framsóknarflokknum og þá okkur ekkert að vandbúnaði að rísa og verða öflugri nokkru sinni fyrr. Sigmundur segir að sér hafi liðið mjög vel þegar tilkynnt var sigur Höskuldar. Mér leist eiginlega bara ákaflega vel á það og raun leið mér betur heldur en þegar leiðréttingin kom. Í fyrsta lagi það vegna þess að ég treysti Höskuldi fullkomlega til þess að leiða flokkinn. Það tilkynnt þér að þú sitt formaður og örfáum mínútum seinna það tilkynnt að svo sé ekki. Hvernig tilfinningar voru í brjóstu þínu á þessari stundu? Svolítið undarleg tilfinning að fara upp á svið og fagna og fara svo niður og það sé leiðrétt. Ég skal bara viðurkenna það, svolítið sérstakt en ég held samt að ég geti mjög vel við unnað. Ég finna mitt fólk var ánægt með mína framgöngu í kosningabaráttunni allri og komast í svona 2 manna úrslit var bara held ég mikið og gott skref. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nýr formaður Framsóknarflokksins eftir spennuþrungnar kosningar á flokksþingi í dag. Úrslit í formannskjörinu voru kunngjörð tvívegis enda röngum manni eignaður sigurinn til að byrja með. Brakandi spenna hefur verið á flokksþingi Framsóknarflokksins í allan dag. Ný flokksforysta var kosin og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nýr formaður flokksins. Birkir Jón Jónsson var kjörinn varaformaður og Eygló Harðardóttir ritari. Jóna Vigdís, þú fylgst með flokksþinginu í allan dag. Geturðu lýst þessu fyrir okkur? Já, það rétt Ingólfur Bjarni. Stemningin hér í Valsheimilinu hún hefur verið með hreinum ólíkindum og tilfinningar fólks og geðshræring hafa bókstaflega verið sýnileg. Nú dagurinn hófst á því að það var gengið til kosninga formann
Og eftir fyrstu umferð í formannskosningunni þá hafði Páll Magnússon fengið 18,9% atkvæða, Höskuldur Þórhallsson 37,9% og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 40,9%. Þessar tölur komu gríðarlega á óvart og gáfu tóninn að flokksþingið kallaði eftir breytingum. Það var því ljóst að ganga þyrfti til annarar umferðar og kjósa milli Höskuldar og Sigmundar. Spennan magnaðist og var á tímabili alltaf því yfirþyrmandi. Síðar í dag var síðan Birkir Jón Jónsson kosinn varaformaður og sigraði Sif Friðleifsdóttur í þeirri baráttu og nú fyrir nokkrum mínútum var Eygló Harðardóttir alþingismaður kosinn ritari flokksins og sigraði þar sitjandi ritara sem Sæunn Stefánsdóttir. En þegar hæst lét það var rafmögnuð spenna hér í húsinu þegar tilkynnt var úrslit í formannskjöri. Kosið var á milli Höskuldar Þórhallssonar og Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Annar frambjóðandana fekk 340 atkvæði og hinn frambjóðandi fekk 449 atkvæði. Rétt kjörinn í embætti formanns Framsóknarflokksins Höskuldur Þórhallsson. Það greinilega örlítil biðstaða því að formaður kjörstjórnar hljóp hérna út á eftir framkvæmdastjóra flokksins og það var eitthvað sem var ekki alveg á hreinu á milli þeirra. Ég held ég verið bara að setjast alltaf. Haukur Ingibergsson, gjörðu svo vel. Það urðu ákveðin mistök í talningu og rétt kjörinn formaður í embætti Framsóknarflokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Höskuldur, hvernig tilfinning það að vera formaður Framsóknarflokksins í 10 mínútur? Hún var bara nokkuð góð, skal ég segja þér og það var mikil fagnað út allan sal og samaskapið var nú svolítið svona undarlegt að þessi uppákoma skildi eiga sér stað. Það var svolítið sérstakt, ég skal nú alveg. Og ég held ég geti fullyrt að það mátti heyra saumnál detta þegar þessi atburðarás átti sér stað en í kjölfarið þá kom Haukur Ingibergsson eða skömmu seinna kom í pontu og baðst afsökunar og sagði af sér sem formaður kjörstjórnar. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þú ert nýr formaður í Framsóknarflokknum, þú ert 33 ára, þú ert einn yngsti formaður í stjórnmálaflokki sem ert kosinn hér á landi. Það glæni flokksforista núna komin á sá starfsfriður í Framsóknarflokknum sem kallað hefur verið eftir. Það held ég tvímælalaust. Framsóknarmenn orðnir þreyttir á þeim átökum sem voru í flokknum, ekki öllum flokknum en svona hluta á honum. Núna menn mjög áfram það að þessu ljúki og gera sér líka grein fyrir mikilvægi þess að það ljúki vegna þess að Framsóknarflokkurinn þarf að láta til sín taka til að hafa áhrif á lausnisbráða vanda sem samfélagið í. Það hefur mjög áberandi að það hefur vantað innlegg Framsóknarflokksins í það og við höfum séð það bara á því hvernig ríkisstjórnin hefur átt í stöðum erfiðleikum með að taka nokkra ákvörðun en það ætlum við að reyna að koma að liði ekki með því að ganga í ríkisstjórnina heldur mun ég leggja til við þingflokkin að við aðstoðum ríkisstjórnina við það að taka erfiðar ákvarðanir því það verður að taka erfiðar ákvarðanir það má ekki bíða fram að næstu kosningum heimilin í þeirri stöðu og fyrirtækin í landinu að þeir geta ekki beðið í marga daga eða búið hvað þá mánuði að það þarf að taka á þessu strax. En það hafa margir talað með þessu þingi að Framsóknarflokkurinn þurfa að losa sig við bakpokan eins og fólk hefur komið þess að orði. Gera upp fortíðina til þess að geta tekist á við framtíðina. Ykkur að takast það? Það held ég sé tímanlaust og ég efast ekki það megin ástæðan fyrir því að ég kjörinn að menn vilja sýna með mjög afgerandi hætti að þeir séu lausir við þessa fortíð, hvort sem að þeir telja gagnrýna sanngjarna eða ekki, þá vilja það sé alveg á hreinu að núna snúist Framsóknarflokkurinn bara stefnu og gildi flokksins sem vel að merkja eru nákvæmlega sömu gildi og menn hafa talað með hafi vantað hérna á Íslandi síðust árin og orðið til þess að fóru svo fór. Þannig að núna snýst flokkurinn bara að ná því fram og því þarf samfélagið virkilega að halda. Sigmundur Davíð, þakkaði kærlega fyrir þetta og til hamingju með kjörið.